Við byrjum árið 2016. Þá ákváðum við að prófa að fara í svona verkefni með landvernd. Þar sem við varum að prófa að hinar ýmsu landgræðslu aðferðir á litlu svæði. Og þegar við komum alltaf þarna á vorin, sáum við að svæðinu var farið að hraka rosalega mikið. Við ákváðum að við þyrftum að fara í harðari aðgerðir og fengum til liðs við okkur menn úr skógræktinni sem að hjálpi okkur að skipuleggja. Árið 2019 þá fórum við í samstarf við grunnskólann hérna á Laugarvatni og það að hjálpast svolítið að. Því að vorin er svolítið erfitt fyrir menntskælinga, svona í maí þetta svona annað tími fyrir menntskælinga. Þannig að við fengum grunnskólakrakka til þess að fara á vorin og þau planta og svona og svo tökum við svæðið út á haustin og vinnum með það, mælum gróðurþekju og söfnum gögnum þetta og sjáum hvað er að ganga vel og ekki. Langimelur er hérna bara rétt fyrir ofan. Þetta er hálfpartinn svæði innan landgræðslugirðingar og hálfpartinn fyrir utan. Og við höfum bara hingað til verið að vinna fyrir innan girðinguna. Kannski svolítið að reyna að fá þær plöntur til þess að renna yfir. En planið er að taka allan melinn og vonandi getum við fengið að færa þessa girðingu. En annars verðum við bara að vinna þetta með kindum. Við vorum að planta birkitrjám og síðan vorum við að dreifa áburði yfir allt og fræjum. Það er bara mjög gaman að hafa gert þetta. Þetta er mikilvægt út af að það er svo, fá svona tré á Íslandi svo við getum andað og fyrir svona bara til að gera heiminn betri. Ég er bara mjög stolt af þessu og kom mér mikið á óvart því að þetta er ekki eitthvað svona sem við héldum að væri eitthvað merkilegt verkefni. Við erum bara að fara og græða upp og hafa gaman. Þannig að við erum mjög stolt af því að fá þessi verðlaun.